Við ætlum að halda áfram að skoða hvernig við reiknum út frá hornareglum. Við þurfum alltaf að velta því fyrir okkur hvað vitum við og hvaða reglum getum við beitt á það sem við vitum. Hér sjáum við tvö horn sem eru gefin þó það sé ekki bein gráðutala á þeim. Og hvað vitum við um horn sem standa svona á móti hvert öðru? Jú, þetta heita topphorn og topphorn er alltaf jafn stór, þannig að þetta hér er jafnt og þetta hér. Og ef við skráum það bara, 3x plus 10 er jafnt og 5x minus 50. Hér er bara jafna. Ég leysi þetta bara út frá reglum sem að gilda þegar við leysum jöfnur. Þá ætla ég að losa mig við 3x-in hérna. Og ger ég 3x hérna mig líka því þetta er jafna. Ég verð að gera það sama báðum einn. Þetta dettur út. Hér verða eftir 2x. Og svo ætla ég til þess að vera með x-in öðrum megin og tölustafinni hinum megin. Þá ætla ég að losa mig við 50. 50 plus 50 og dettur það út. Til þess að halda jafnvæginu verði ég að gera plus 50 hinum megin líka. Og ég fæ út deili með tveimur báðum megin til þess að stytta þetta út. X er jafnt og 30 gráður. Skiptir ekkert öllu máli hvernig þetta snýr hjá okkur. Þetta var bara til jafna sem við leystum. Hérna þurfum við að velta fyrir okkur. Við vitum í raun ekkert horn inn í þríhyrningnum við fyrstu sýn. En hvað þýðir þetta merki? Jú, það þýðir að þetta er 90 gráðu horn. Og ef ykkur finnst það þægilega þá má alveg skrifa það. Og hér er nefnilega lítill þríhyrningur sem ég veit nú ýmislegt um. Það er betur gáð. Hér eru til dæmis topphorn og topphorn er alltaf jafn stór þannig að þetta hérna horn er 100 gráður. Þessi tvö eru grannhorn þannig að þetta er beinlína. Nú séu kannski ekki alveg þráð bein hjá mér, hún á að verða. Það er þá 180 mínus 140 sem gefur mér 40 þannig að þetta horn er 40 gráður. Og þá ger ég 180 sem bara hornasumma þríhyrnings mínus 100 gráður mínus 40 sem gefur mér 40. Þetta hérna horn er líka 40 gráður. Og núna er ég komið með 1, 2 horn í þessum þríhyrningi sem ég vantar þetta þriðja horni sem er x-ið. Og þá ger ég hornasumma þríhyrning sem er 180 mínus 90 mínus 40 sem gefur mér 50 gráður. Þetta horn er 50 gráður. Ég er alltaf að vinna út frá því sem ég veit og beita hornareglunum sem að ég á að vera búin að læra. Hér er engin þríhyrningur eða horn, hér er bara texti. Hornin x og y eru grannhorn. Þá þarf ég að vita að grannhorn eru horn sem að liggja saman á beinni línu. Finndu gráðutölu hornana ef y er 40 gráðum stærra en x. Þarna gæti ég reynt að segja að annað hornið sé x og því að fyrst að y er 40 gráðum stærra þá er það væntanlega stærra hornið. Og ég gæti farið að skrifa hér y plus 40 en þá fæ ég tvær óþekktar stærðir sem ég ger ekkert með. En fyrst að y er 40 gráðum stærra en x þá má ég segja að þetta sé x plus 40. Og ef ég legg bæði þessu horn saman, x plus 4 plus x sem er hitt hornið, er jafnt og, hver er hornasumma grannhorna? Jú, 180 gráður. Þá fæ ég, þetta átti að vera 40 hérna. 2x, bara legg x-in saman, plus 40 er jafnt og 180, mínus 40 báðu megin, 2x er jafnt og 140 áttu þetta að vera. Deil með tveimur, x er jafnt og 70. Það segir mér að þetta horn er 70 gráður, en þið munið við eigum að finna bæði hornin, findu gráðutölur hornana. Þannig að þetta er þá 70 plus 40, þetta er 110 gráður. Passa að fylgjast vel með hvað er spurt og gefa svör við öllu sem er spurt um.